Það var komið að síðasta lega dagskrá, skýrsla bæjarstjóra til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það svona búið að vera svona mikið að gerast þessar fyrstu vikur ársins. Þetta nú yfirleitt svona rólegur tími hjá öllum. Flestir að koma sér í gang aftur eftir jólaháttíðina. En við höfum þá verið að funda meðal annars gagnaversmál og síðan höfum við verið með nokkrar undirritanir. Nú þriðjudaginn í síðustu viku þá undirrituðum við samningum minnismerki síðutogarana, ég og formaður og framkvæmdastjóri Sjómannafélags Eyjafjarðar. Síðan átti ég fund með fulltrúa frá Bótö í Noregi, sveitarfélaginu Bótö, þar sem við vorum ég var að forvitnast verkefni sem við fengum að heyra af á fundi eða ráðstefnu búsetu, lífskeiðakjarna út í Danmörku núna í haust. Það eru varðandi fallvarnir, það var mjög áhugavert. Ég átti síðan fund með blaðamanni frá Wall Street Journal uppbyggingu gagnavera á Íslandi. Og svo hefur við átt nokkra fundi stofnframlög, bæði með HMS og síðan við hér innanhús. Ég átti fund með Innviðafélagi Íslands í síðustu viku sem er að taka þátt í ýmiss konar uppbyggingu hér á landi á verkefni sem teljast til innviða. Hvort sem það eru byggingar á vegum sveitarfélaga eða samgöngumannvirki. Þeir eru meðal annars að byggja upp brúna yfir Ölfusá og leikskóla og hjúkrunarheimili. Þannig að það var bara áhugavert að heyra hvað þeir hafa að bjóða. Nú í þessari viku þá undirritaði ég samningum tónræktina og við áttum fund með Vegagerðinni í morgun, ég og María Helena og Hulda Sif, þar sem við vorum að ræða samgöngur milli lands og eyjanna okkar, bæði Hríseyjar og Grímseyjar og síðan strætó, almenningssamgöngur milli Akureyrar og Reykjavíkur og úr kjörnunum við þar sem ferjurnar koma í land og síðan suður. Og ýmislegt annað sameiginlegt. Þannig að það er svona margvíslegir hlutir sem eru í gangi en lífið í Ráðhúsinu er dálítið að taka við sér eftir jólafrí. Það hefur verið svolítið rólegt hérna undanfarið. En við erum að undirbúa vorið og eigum vinnufund núna eftir rúma viku, sem sagt sviðsstjórar, þar sem við ætlum að fara yfir hvaða næstu skref við ætlum að taka á vormisseri og hvaða verkefni við þurfum að leggja sérstaka áherslu á fyrir vorið. Þannig að það er ýmislegt í gangi, en takk fyrir mig. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd, eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 19. desember og 8. og 16. janúar. Bæjarráð 18. desember og 8. og 15. janúar, fræðslu og lýðheilsuráð 14. janúar, skipulagsráð 14. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 13. janúar, velferðarráð 12. janúar og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Ég þakka fyrir góðan fund og segja honum við slitið korter í 5.